Ég að tala hérna fyrir mann sem heitir Jón Kjartan og var með okkur í síðustu viku, en hann komst ekki í dag, þannig að ég ætla að tala um þetta fyrir hann. Og hann sérfræðingur í skipulagi, hann skipulagsstjóri höfuðborgarsvæðisins og mjög flinkur í sínu fagi. En við ætlum að skoða hvað borg. Ég var að sýna ykkur áðan húsin í borginni. Það þarf að tengja húsin saman með götum. Á götunum eru strætisvagnar og bílar og fleira, en við þurfum líka leiksvæði og svona alls konar hlutir. Þið hafi kannski spilað svona tölvuleiki, eins og Sims eða hvað þetta heitir. Þetta ekkert ósvipað því þegar verið að skipuleggja borgir. Þannig að það ýmislegt hægt að læra. En við ætlum aðeins að skoða fyrstu borgirnar og við finnum þær í Tyrklandi. Það sem sagt borg sem heitir eitthvað svo mikið sem Hvaðalhögir á tyrknesku, sem ég get nú eiginlega ekki borið fram. En þessi borg eða bær var grafin upp af fornleifafræðingum fyrir einhverjum áratugum síðan, en það talið að þetta sé 10.000 ára gamall bær og hann leit sem sagt svona út. Þarna fullt af fólki upp á þökunum á húsunum. Af hverju haldið að það sé? Nei, það enga götur þarna. Fólki labbaði á milli, var að heimsækja fólk með því að labba hún á þökunum. Það var enga götur þarna í þessari gömlu borg. Húsin litu svona út. Fólk bjó með dýrónum sínum. Þarna var afinn og amman og öll stór fjölskyldan. Þegar að afinn og amman dóu, þá voru þau bara grafin undir gólfinu í húsinu. En nú ætlum við að fara aðeins lengra og fara til London, sem nútímaborg, risastór borg. Hefur einhver komið til London? Allir. En London, hún líka mjög gömul borg. En þar eru alls konar hús, þar eru háhýsi, glerhús og alls konar hús eins og ég var að sýna ykkur áðan. En London gömul borg og leit einhvern tíma svona út fyrir nokkur 100 árum síðan. Og það voru alls konar vandamál, það var erfitt að fá vatn og það var lítið hreinlæti. Það sagt að menn voru ekki með einn klósett og kúkurinn, hann fór bara í rennusteinin fyrir utan húsin og fór svo í ána. Það rennur þarna stóra mikil á í gegnum London sem heitir Thames og hún var full af skít. Og það komu fram alls konar sjúkdómar, drepsóttir. Þegar við heyrtum svartadauða. Það voru rottur, bara alls konar. Og þá þurfti að gera eitthvað og þá byrjuðu arkitektarnir og verkfræðingarnir að skipuleggja. Þurfti að skipuleggja vatnsveitu, það þurfti að skipuleggja holræsakerfi og þið sjáu þarna neðst í vinstra horninu járnbrautarlestir. Það var til neðanjarðar lestarkerfi. Það voru til dæmis bakkarnir á Thames voru lagaðir og það voru byggðar brýr, mjög mikið gert. En nú skulum við aðeins fara til Reykjavíkur og Íslands. Og Reykjavík frekar ung borg. Fyrir rúmlega 221 ári þá voru bara örfá hús í Reykjavík og þá leit Reykjavík út svona. En Reykjavík hefur þróast mikið. Þetta miðbærinn, eins og hann leit út fyrir 100 árum síðan. Þetta eftir það var gríðarlega mikill bruni í Reykjavík 1915. Það brunnu mjög mörg hús og það breyttist. Hættu menn að byggja svona timburhús og fóru að byggja úr steinsteypu. 1786 þá bjuggu 167 íbúar í Reykjavík. Þeim fjölgaði 1840 upp í 890 íbúa. Og svona fjölgar þeim.
og þið sjáið að þarna neðst til vinstri, það komin einhver byggð. Hvar þetta? Þetta Hafnarfjörður. Þá búa sem sagt 1900 fyrir rétt rúmlega 100 árum, þá búa 6.000 íbúar í Reykjavík. Í Laugardalnum, hverfunum ykkar, þá búa svona 15.000 manns, 15-16.000 manns. 1920 þá eru íbúar orðnir 21.000, 1940 þá eru 43.000, 1960 rúmlega 90.000 og svona fjölgar þeim áfram og við erum sem sagt 2010 þá búa 200.000 manns í Reykjavík. Eða við getum kallað á höfuðborgarsvæðinu. Þetta eru fleiri sveitafélög, það Kópavogur, það Hafnarfjörður, það Garðabær, það Mosfellssveit og svo Seltjarnarnes. En þetta eitt samfellt búsetusvæði. Það sem við sem erum að skipuleggja borgir þurfum að horfa á, það hvernig okkur að fjölga, hvernig getum við komið okkur fyrir, hvernig geta allir lifað í sátt og samlyndi. Og þá horfum við á svona tölur. 2010 vorum við rétt rúmlega 200.000 og spurningin mun okkur fækka, mun okkur fjölga. Hvað haldið þið? Það allt sem bendir til þess að okkur munum fjölga og þess vegna þurfum við að skipuleggja betur og þá getið þið hjálpað okkur við það. Sem sagt Reykjavík í dag lítur svona út. Við þurfum að horfa á hvar má byggja hús, það vantar íbúðir, skólar, hvar geta göturnar legið. Við erum með svona mismunandi skipulag. Hér til vinstri Skeifan, það sem þið farið kannski stundum að versla. Þetta að vera búið, bara róleg aðeins. Svo hérna gamli bærinn sem mjög þéttbyggður, það fullt af grænum svæðum þar. Umferðin, hún getur verið svolítið vandamál. Hérna Miklubrautin. Það keyra rosalega margir bílar á Miklubrautinni. Þetta umferðarþyngsta gata landsins. Hvað keyrir margir bílar á dag á Miklubrautinni? Nei, það keyra 100.000 bílar á dag. Á morgnana keyra þeir í eina átt og kvöldin keyra þeir í hina áttina. En við þetta verður til mengun, það verður svifryk og hávaði sem ekkert sérstaklega hollur fyrir okkur. Þess vegna þurfum við svona svolítið að skoða þetta, sérstaklega ef okkur að fjölga. En það hægt að ferðast með mismunandi hætti. Til vinstri, ef allir fari í bíl þá þarf svona marga bíla fyrir þetta fólk. Ef þú fari í strætó þá nú að hafa eitt strætisvagn og svo ef allir hjóla. Það þarf að horfa á þessa mismunandi samgöngumáta. Líka hvernig þið komist í skólan. Í Noregi þar eru gönguhópar. Í Japan þá fara krakkar mjög ungi í neðanjarðarlestir. Við erum hérna að horfa á ykkar hverfi og þið ætlið sem sagt að hjálpa okkur við það að skipuleggja ykkar hverfi betur. Takk fyrir.